Ég bið ykkur bara hjartalega velkomin á þessa notalegu og góðu stund sem við ætlum að eiga hérna saman. Og áður við byrjum þá langar mig að leggja hana í hendi Drottins. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir, Drottinn minn, að fá að koma hér saman í húsið þínu og fá að njóta þess að dvelja í nærveru þinni. Núna þegar hvíldardagurinn er genginn í garð og við fáum að leggja allt til hliðar og bara njóta þess að hvíla í örmum þínum og fá að lofa þig, að fá að hlusta, heyra og njóta þess sem þú hefur að segja okkur og kenna okkur. Þannig bara bjóðum við þig velkomin með þinn heilaga anda svo við megum meðtaka það sem þú hefur að segja. Í Jesú nafni bið ég og þakka. Amen. Einhver fegursta lexía í allri Biblíunni er að finna í þeirri athöfn sem Drottinn fyrirskipaði að allir lærisveina hans á öllum tímum ættu að viðhafa, svo oft sem þeir minnast dauða hans og upprisu fyrir okkar sáluhjálp. Aðal efnið þessara lexíu er tekið úr 13. kapítulanum í Jóhannesarguðspjalli og þetta verður ekki löng hugleiðing en ákaflega innihaldsrík og mikilvæg hvað okkar sáluhjálp snertir. Og fyrir mig er ekkert eins mikilvægt í Biblíunni, þó allt sé mikilvægt í Biblíunni, en einmitt þessi lexía, því að hún sýnir okkur hvað við eigum að gera, hvað okkur ber að gera til þess að öðlast eilíft líf. Og þess vegna eru þessa táknmyndi hér í dag með brauðið og bikarinn ásamt fótaþvotti. Eigum við að skoða þetta nánar og ég mun bregða þessu hér upp á tjaldið og ég vona að hlustendur okkar út í þjóðfélaginu sem hlýða á þennan boðskap og sjá þessa athöfn á komandi dögum taki til sín lexíuna eins og ef hún kæmi beint frá Jesú Kristi en ekki mér. Því að þetta er boðskapi Jesú Krists okkur til sáluhjálpar. Við teljum okkur vera kristin, það er að segja kristið fólk allstaðar á jarðarkringlunni. Við lítum eftir Krists á krossinum sem lét þar lífið okkar vegna. Hann þurfti þess ekki.
En ef hann hefði ekki látið sig hafa þetta og farið í gegnum þessa eldraun reynslu, þá væru við glataða manneskjur að eilífu. En hann fór í gegn Golgata reynsluna að því hann elskaði okkur. Og það svo mikið, hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Við lítum á krossin, við hugsum til Golgata og að því að við höfum meðtekið hans leiðsögn og hans fórn okkar vegna sem okkar leið til hjálpræðis, að þá getum við ekki annað en verið þakklátt. Og þá einnig þakklátt að fara eftir öllu fyrirmælum hans varðandi brauðið og bikarinn og fótaþvottin. Flestir kristnir, ég þóra að fullyrða þetta vegna þess ég starfaði í mörgum löndum og heyri frá samherjum mínum, kollegum mínum frá mörgum löndum í gegnum hálfa öld af starfi. Ef það eitthvað sem að kristufólk sem játar kristna trú á erfitt með að kyngja, það að fara eftir fyrirmælu drottins varðandi kvöldmáltíð drottins. En þetta munum við íhuga hér á þessari stundu. Kristufólk á mjög auðvelt með að sjá fyrir sér að leksíu biblíunar þess efnis, og þetta kemur fram í Sakaríasa bókinni, að við erum eins og klætt í hreina skikku réttlætis skikku drottins til að hylja yfir syndir okkar. Og við tökum við þessum boðskap, því að þetta er boðskapið drottins líka, að viðurkenna að við erum syndarar í mikilli þörf fyrir sáluhjálp. Við förum yfir í Markúsar guðspjall, það sem að Kristur er að segja á meðal síðustu orðana til lærisveinana, áður en að hann kvaddi. Hann segir þar í 16. kaflanum að farið út allan heim og prédikið fagnar erindið öllum mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Hafið tekið eftir því í þessum orðum að þannig segir hann, við þurfum að trúa og láta skýrast. Og yfirleitt tekur fólk skýrn. Að vísu hefur eitthvað slaðst inn í kristna trú varðandi það að skýra börnin sem ekki vita hvað er að gerast, en drottinn sjálfur lét skýrast þegar hann var fullorðinn. En hugmyndin er til staðar hjá kristnu fólki að láta skýrast hver svo sem aðferðin er við skýrnina. Við tileinkum okkur niður dýfingaskýrn sem táknar að grafa hinn gamla mann syndara og upprís hann í drottni Jesú Kristi til að lifa nýju lífi þaðan í frá. Svo áherslan í síðustu orðum Jesú var þetta að sá sem trúir og skýrist, hann mun hólpin verða. En sjáu þið svo restina af setningunni, sá sem trúir ekki, hann náttúrulega lætur ekki skýrast eða gera ýmislegt annað sem Jesús sagði og okkur bæri að hafa í heiðri, eins og kvöldmáltíðina. En það komum við að síðar. Svo hérna er spurningin að fara algjörlega eftir fyrirmæli drottins til þess að frelsast. Ekki að því að við séum svo dugleg í eigin verðleika. Við höfum ekkert í okkur eða með okkur til þess að mæla með okkur við Guð almáttugan til sáluhjálpar. Við erum gjörsamlega glataða manneskjur. Ef það væri ekki fyrir þá staðreind að Jesús ætlar að tileinka okkur hans réttlæti. Og þannig verðum við boðin velkomin inn í ríki himmisins. Það er að segja þegar við tökum á móti og förum eftir hans fyrirmælum. Svo að við látum skýrast, hann lét skýrast, þó hann þyrfti þess ekki. En hann gerði það til þess að gefa okkur fyrirmynd, til að við gerðum eins og hann gerði. En svo segir Jóhannesar guðspjalli í 13. kafla
að kvöldmáltíð stóð yfir. Þetta var síðasta máltíð sem Kristur hafði með lærisveinum sínum áður en að hann var handtekinn. Og Jesús vissi að hann var frá Guði kominn og var að fara til Guði, sjáu þið, hann vissi nákvæmlega hvað var að gerast, hvað hann átti von á að yrði gert við hann næstu klukkustundirnar. Hann stóði frá máltíðinni, lagði af sér yfir höfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þeirra með líndúknum sem hann hafði sig. Hér nemum við staðar augnablik og sínum undrun okkar, eða ekki, svo lærisveinarnir, þeir urðu alveg steinhissa. Hvað er hann í rauninni að fara að gera? Því að þetta hlutverk að þvo fætur fólks sem var gert næstu í daglega, bara þegar fólk var á ferðalagi og kom heim eða urðu gestir á einhverju gististöðum, að eitt af því fyrsta sem var gert áður og gengið var til máltíðar, það var að þvo sér. Og oft voru þeir þvegnir fæturnar af þjónustuliðinu, það er að segja gestirnir. Þetta þótti ekki bara kurteisi, heldur líka hreinlæti, en fyrirmennirnir, húsbændurnir, þeir tóku ekki að sér að þvo öðrum fæturnar, almennt ekki. Þetta var bara fyrir þjónana og þernurnar. Þetta var auðmýkjandi starf, að þvo óhreinindin af fótum ferðalanga í þessum heitu löndum fyrir botni Miðjarðarhafs. Þeir urðu fljótlega skítugir þegar að þeir gengu göturnar eða eyðimerkurnar og þess vegna þurfti að þvo. Að þvo fætur fólks, það var auðmýkjandi starf. Og allt í einu sjá lærisveinarnir að þeirra drottinn og meistari, hann tekur fat með vatni í, lítinn bala, fyllir þetta sem sett ílát af vatni, tekur sér handklæði og tekur til við að þvo fætur lærisveinana. Þeir voru ekki svo óhreinir þannig, en hann þvær fætur þeirra. Og við sjáum hvað gerist þarna, mjög örlagaríkar samræðu milli drottins og lærisveinana og alveg sérstaklega við Pétur. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við þann Herra, ætlað þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði, nú skilur þú ekki hvað ég er að gera, en seinna myndu skilja það. Pétur segir við hann, aldrei að eilífu skalt þú þvo fætur mína. Hugsaðu ykkur. Jesús svaraði, ef ég þvæði þér ekki, áttu enga samleið með mér. Og auðvitað er hann að meina að eilífu, hann er búin að nota það hugtak hérna í línunu undan, að aldrei að eilífu, segir Pétur. Og Jesús svarar með því að segja, þá áttu enga samleið með mér. Að eilífu, í reynd. Og við erum með hérna mynd á tjaldinu, eins og til að útskýra þetta betur. Og Pétur, hann er alveg gapandi hissa, eins og við segjum. Að meistarinn krýpur niður til að þvo honum, syndaranum, óhreinar fæturnar. Hann gat bara ekki hugsað sér þetta. Þess vegna sagði hann við drottinn, ekki þú mér, þú bara aldrei þvær mér. Og svo er það að við tökum aðra leksíu. Og nú er þá í 6. kaflanum hjá Jóhannesar Guðspjalli. Þá sagði Kristur, þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur að því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur að þessu brauði mun lifa að eilífu. Sjáu þau hugtökin hérna að eilífu, hvað eftir annað í báðu frásögnum. Og brauði sem ég mun gefa er hold mitt heiminu til lífs. Hvað var Jesús að kenna þeim?
að borða hold hans. Allt þetta með fótaþvott og brauði sem í reynd átt að vera táknmyndum hold Krists sem yrði borið upp á krossin og deytt, hann deyttur. Þetta táknaði dauða Krists fyrir okkur og brauðið eins og brauð okkur matur til lífs, að þá dauði Jesú Krists og útelt blóð hans og hold á Golgata krossinum tákn fórn hans til þess að við mættu lifa og tákn brauð og drykk. Svo að hann var þarna með brauð, hann tók það og braut og það var þarna á diski og menn borðuðu og svo kom bikarinn sem táknaði blóð Jesú Krists, útelt blóð hans og því miður þá er það mjög algengt í kristni víða heim í ýmsum trúarbrögðum að áfengir drykkir eru notaðir í drottilega máltíð eða kvöldmáltíð eins og Biblían kallar það. En áfengur drykkur getur aldrei táknað hreint og saklaust blóð frelsarans. Og þess vegna var þetta hreinn vínberjalögur sem að Jesús bauð lærisveinum sínum upp á að drekka. Öðruvísi gat vínið ekki táknað blóð hans, útelt fyrir okkur. Og eins með brauðið. Það þarf að vera bakað úr efnum sem að hefur ekki lyftiduft eða ger í sér, því það táknar synd, samkvæmt Biblíunni. Svo segir síðar í 6. kaflanum hjá Jóhannesi, frá versi 52, nú deildu gyðingar sín á milli og sögðu, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Það er þetta sem margir spyrja í dag líka. Þá sagði Jesús við þá, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonaris og drekkið blóð hans, hafið þér ekki lífið í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Og ég reisi hann upp á efsta degi. Sjáu þið mikilvægi orða frelsarans? Það er ekkert ef eða kannski á honum. Þetta er eitthvað sem þið megið til með að gera. Sýnið mér hollustu, hlýðið mér, takið mark á orðum mínum hann að segja í reynd og ykkur mun farnast vel að eilífu. Svo heldur hann áfram í versi 55, það er Jóhannes 7. kafli. Hold mitt sönn fæða og blóð mitt sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt í mér og ég í honum. Margir af lærisveinum hans álítu sögðu, þung þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Nú eru komin að kjarna málsins. Að þú fætur, að borða brauð sem táknar líkama Jesú Krists, brotin á Golgata krossi fyrir okkur. Að ég tala nú að drekka úr bikarnum sem táknar það sem í honum blóð hans útelt á Golgata. Margir hneykslast á því dag, kristnir, yfir kvöldmáltíð. Þess vegna eru svo fáir sem að hafa vanist sig á að mæta ekki á kvöldmáltíð drottins. Því miður undanfarin 2 ár, þá höfum við ekki viðhaft þessa helgu athöfn vegna farsóttarinnar sem hefur geisað og enn ekki lokið í okkar fagra landi. En við gerum það núna. Til þess að hlýða þessi fyrirmælum, til þess að upplifa þá stórkostlegu leksíu sem Jesús vildi kenna okkur. Og hann spyr þarna, hneykslist þið á þessu? Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra,
og nú erum við í 13. kafla Jóhannesar, þegar hann hafði þvegið fætur þeirra tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður og sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hefi gjört við yður? Þessi spurning á að glimja í hugum okkar og hjörtum í dag. Skiljið við hvað þetta merkir allt saman? Þér kallið mig meistar og herra, segir hann, og þér mæli rétt því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hefur nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hefur gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. 17. versi segir, þér viljið þetta ef þér eru sælir, ef þér breytið eftir því. Já, þér viljið þetta og þér eru sælir, ef þér breytið eftir því. Sjáu því, sælir fjallar það að geta verið hamingjusamur nú og að eilífu, vegna þess að við erum algjörlega í orði Drottins, hlýðum honum, elskum orð það sem fyrirmæli, líka það sem er auðmýkjandi. Því að það er dýrmætasta leksían sem hver einasta sál þarf að læra til þess að þeim verður boðið inn í dýrð himmisins á efsta degi. Svo segir Kristur í Jóhannes í 15. kafla og það er 14. versi. Þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býði yður. Nú munum við ganga fram úr þessu sal og karlarnir fara inn í borðsalinn og konurnar inn í stóra herbyggi hérna nær. Er það ekki þannig? Já. Og konurnar þó hver annari og karlarnir hver öðrum. Þegar við erum búin að gera þetta sem Drottinn bauð okkur að gera, skóla aðeins fæturnar og þurrka, komum við aftur hérna inn og tökum af brauðinu og víninu. Og þetta er stórkostleg leksía sem ég vona að þið upplifið öll. Líka þið, kæru vinir, sem að hlýðið á þessi orð í gegnum tölvutækin ykkar eða útvarpboðun. Við skulum bara hugleiða og framkvæma eins og Drottinn bauð. Guð bless ykkur. Nóttina sem Drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, braut þá og sagði, þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörið þetta í mína minningu. Áður en við leggjum á staðinn í að taka vínið, að þá skulum við krjúpa saman vinir og þeir sem treysta sér ekki til að krjúpa, það eru púðar hérna, en þeir sem treysta sér ekki til að krjúpa, og það er alveg velkomið að sitja bara og
og sitja bara í sætum sínum. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þinn kærleika, þinn stórkostlega kærleika og umhyggju í okkar, garð barnanna þinna. Við þökkum þér fyrir alla þá dýrmætu eftirbreytni og kennslu sem þú gefið okkur og þinn heilaga anda til að leiðbeina okkur og varðveita á vegi þínum. Þakka þér, elskulegi Faðir, fyrir son þinn sem lagði á sig þá kvöl á krossinum sem við áttum svo sannarlega skilið og fórnaði sér fyrir okkur svo blóð hans rann okkur til handa. Mætti okkar líkans musteri vera varðveitt og hreinsa hver dag með nærveru þinni, Drottin. Og þakka þér, elskulegi himneski Faðir, fyrir alla þína ríkulegu blessanir og varðveislu okkur til handa. Við lofum þig og þökkum þér. Þín sé dýrðinum aldir alda. Amen. Sömuleiðis tók hann á bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða Drottins þangað til hann kemur. Mér langar til að lesa fyrir ykkur Jesaja 53. En það segir: Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armlegu Drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo oss gæfi á að líta, né álitlegur, svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitin og menn forðuðust hann. Harmkvæla maður og kunnugu þjáningum. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrirlitin og við mátum hann einskins. En vorar þjáningar voru það hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, sleginn af Guði og lítilættan. En hann var særður vegna vorra synda og kraminn vegna vorra misgjörða. Hegningin sem ég höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu mér heilbrigðir. Við fórum allir villir vega sem sauðir, stefndum hver sína leið, en Drottin lét misgjörð voru allra koma niður á honum. Hann var hrjáður, en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum. Eins og lamb sem leitt til slátrunar og eins og sauður þegir fyrir þeim klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum. Með þrenging og dómi var hann burt numinn og hver af samtíðamönnum hans hugsaði það. Hann var hrifinn burt af landi lifenda. Fyrir saki syndar míns lífs var hann lostinn til dauða. Og menn bjuggu honum gröf meðal illræðis manna, leggstað með ríkum, þótt hann hefði eigi ranglæti framið og svik væru ekki í munni hans. En Drottni þóknaðist að kremja hann með harmkvælum.
þar sem hann fórnaði sjálfum sér í sektarfórn, skyldi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og áformi drottins fyrir hans hönd framgengt verða. Vegna þeirra hörmunga sálans þoldi mun hann sjá ljós og seðjast. Þá menn læra að þekkja hann, mun hann hinn réttláti þjónn minn gjöra marga réttláta og hann mun bera misgjörði þeirra. Fyrir því gef ég honum hinna mörgu að hlutskipti og hann mun öðlast hinna voldugu að herfangi. Fyrir það að hann gaf líf sitt í dauðan og var með illræðismönnum talinn. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismönnum.